þörf eða löngun til þess að fara í svona einfalda meðferð. Björg var mjög veik, þannig að hún tók 30 daga. Þeir gefa upp svona 2-3 vikur á gigtarsjúklinga. Þannig að þetta þarf ekki að vera mánuður einu sinni. Það kostar einhverja vel á aðra milljón að fara til Mexíkó í dag eftir hrun. Í dag sem sagt árið 2010 febrúar, 9. febrúar. Þannig að það ekkert hlaupið í það en þessi meðferð hún kostar í grunninn sem sagt einhverjar, ætlum sé ekki kringum 100.000 krónur, 140.000 krónur kannski með öllum búnaði, öllum lyfjum og lyfin kostar kannski 10.000 krónur í þessu. Búnaðurinn hann dýrari. Utan þessa sem sagt, það ekki launakostnaður inn í þessari tölu. En ég athugaði það einhvern tímann fyrir einhverju síðan sem sagt hvað lyf að kosta fyrir gigtarsjúklinga og það eru einhver mjög öflug lyf sem að verið að gefa og þau duga sem sagt fyrir einn sjúkling og halda honum starfhæfum í 1 ár í senn sem sagt en allavega áskostnaður af þessum lyfjum einhverjar 14 milljónir. Og ef við segjum bara að kostnaðurinn við þessa ósonmeðferð sé 140.000 krónur, sem ég held að sé ekki, það er allavega ríflega áætlað, þá gætum við komið á mánaðartíma, sem sagt 100 manns til heilsu, eða allavega lagt grunninn að því að 100 manns nái heilsu. Það engu lofað, ekki í þessu né neinu öðru. Það hvorki vestræn læknavísindi geta lofað né sem sagt náttúrulækningar. En þetta allavega leið sem að virkaði fyrir Björgu og hefur komið henni til heilsu. Ég veit til þess að það eru margir sem að hafa farið hérna á Íslandi í ósonmeðferð. Þeir hafa verið að læðast niður til Austurríkis, Sviss, Þýskalands, Kanaríeyja og víðar og þannig að þetta hægt og þetta annars staðar en í Mexíkó en allavega vinur okkar hann er tilbúinn að koma hingað til Íslands og kynna þetta þannig að það sem við þurfum kannski 100 manns við þurfum einhvern fjársterkan aðila eða nokkra fjársterka aðila til þess að kosta búnaðinn í kringum þetta. Fjársterkur þarf hann ekki einu sinni að vera. Við erum að tala um kannski 10 milljónir, eitthvað þvílíkt. Og þannig að ef nokkrir tækju sig saman þá það hægt. Þetta yrði samkvæmt á Helsinki-sáttmálanum sett upp vegna þess að við erum í þeirri aðstöðu eða þeirri stöðu að læknar geta ekki læknað gigt, það ekkert til sem að getur læknað gigt en allavega í þessu tilviki að þá væri hægt að koma fólki til mun betri heilsu og gera það verkjalaust og lyfjalaust sem sagt án þess að leggja mikið til. Ég ætla að fá að lesa aftur síða 35. Við meðhöndlun sjúklinga þar sem reyndarlækningaleiðir eru ekki til staðar eða hafa ekki gagnast getur læknirinn eftir að hafa leitað leiðsagnar sérfræðings og kynnt fyrir og fengið samþykki sjúklingsins eða forráðamanns beitt ósamþykktir meðferðir læknirinn metur það svo að það geti bjargað lífi, endurreist heilsu eða linað þjáningar. Og við erum að tala um að linað þjáningar jafnvel bjargað lífi og endurreisa heilsu þannig að þetta á allt saman við, öll þessi 3 lykilatriði þarna. Þar sem því við komið skyldi slík meðferð verða gerð að rannsóknarefni, hönnuð til að meta öryggi og árangur. Í öllu falli skal skrá nýjar upplýsingar og þegar það á við gera þær opinberar. Þetta held ég bara, ég hugsa það sé bara mannréttindi, fæðingarréttur sérhvers Íslendings að fá tækifæri til að gera þetta og fá það hérna á Íslandi. Og þannig að þetta langar mig til að sjá. Ef að þig langar til að taka þátt í þessu, ef að þig langar til að allavega vita af því hvað við erum að gera hérna í allt hitt fyrir heilsuna, þá getur við farið og skráð þig á póstlistan okkar sem inn á www.o3.is eða farið í gegnum allt hitt síðuna www.althitt.is, allt í einu orði og þar undir bæði tíðnimeðferðir og ósonmeðferðir og á báðum þessum síðum getur við skráð þig inn á póstlistan og þá ertu komin í samband við okkur og við í samband við þig
og við getum látið því vita vegna þess að okkur langar til þess að sjá góða hluti gerast hérna á Íslandi. Nú við tölum ekki fjárhagslegan ávinning af svona meðferð sem að hægt væri að ná. En við erum hérna á Reykjavíkurvegi 22 í Hafnarfirðinum í gamla Sjónarhólshúsinu. Hérna við hliðina á okkur gleraugnarverslunin Sjónarhóll. Við erum hérna í 25 fermetra rými og erum að kynna fólki aðra leiðir til heilsu. Við trúum því að við getum og munum með samvinnu lækna og heilbrigðisstarfsfólks og annarra geta gjörbreytt þessu landslagi sem bæði í heilsu fólks hérna á Íslandi en einnig í fjárhagslegri heilsu Íslendinga. Og ég held að við látum þessu lokið núna. Takk fyrir.